Jónas Jónasson landsþekktur fyrir störf sín á löngum ferli. Hann hefur samið sígildar dægurperlur, leikið og leikstýrt, skrifað bækur og verið með útvarpsþætti í 3 áratugi, þar sem hann hefur rætt við vel á annað 1000 manns. Hann liggur nú fyrir dauðanum á sjúkrahúsi. Við beinum nú kastljósinu að Jónasi Jónassyni. Jónas, segðu mér frá stöðuðinni núna. Við erum hér á sjúkrahúsi. Hvers vegna ertu hér? Vegna þess að ég er með krabbamein sem ekki er ráðið við. Það er nóg ástæðan. En ég fekk að vita þetta bara eftir 7-8 daga. Í alls konar rannsóknum, það var nú meiri ósköpun. Ég ákvaði náttúrulega að tala með fólkið mitt. Það olli mér kvíða dálítið, hvað segir maður við sín nánasta fólk. Svo ég ákvaði að segja bara eins og var. Sigrún, kona mín, kom nokkrum klukktími síðar. Leið hún kom hér inn, þá sagði ég, hvað heldurðu? Heldur ég sé ekki komið með krabbamein? Og ég brosti. Og ég er búinn að brosa hér síðan. Fjölskyldan ræddi þessi mál, ég talaði við hvern og einn og þau öll saman. Þau koma hér og fylla hér herbergið mitt af gleði. Það er hlátur. Og Sigrún sagði nokkuð sem gladdi mig mjög. Viðhorf þitt til þess sem komið er hjálpar okkur að vera til á meðan. En hvers vegna brosirðu? Vegna þess að ég hlakka til í raun og veru. Ég hef aldrei efast að það er annað líf. Aldrei. Faðir þinn var spiritisti og þú ert það líka. Og svona í því ljósi, hvað heldur að gerist þegar kallið kemur? Ég held ekkert, ég veit það. Hvað er það? Það sem gerist skal ég segja þér, til dæmis með mig. Það er það ég er á spítala. Og kem til mig að verða á spítala þegar kallið kemur. Ég mun vakna og horfa á allt aðra stofu, læknastofu, heldur en ég er í núna. Það tekur smá tíma fyrir mig að átta mig á því. Er mig að dreyma eða hafið þeir flutt mig á einhvern annan spítala í svefninum? Þegar ég átta mig loksins á því, hver veit, ég er bara dauður. Leið og það gerist eins og tjald dregið frá. Þá byrjar að skynja í kringu þig þá sem elskuðu þig á jörðinni og þá sem þú elskar á jörðinni. Í hvað miklu mæli hef ég ekki hugmyndum, hve margir verða nálægt, en þarna hittur þitt fólk. Þessi staður sem þú ferð á er eins og hvert annað landslag með yndislegum gróðri. Sem dæmi, þú færð engan þungan mat vegna þess að líkaminn þinn sem þú færð við þessi umskipti er allur léttari og er öðru efni. Brynja, af hverju erum við ekkert hissa á því að vera með lítið tæki í lófa og geta hlustað á 100 útvarpsstöðvar og enginn þeirra rugla sama reytum, heldur hefur hver sína tíðni. Af hverju ekki allt annað líka?
Þannig að við flytjumst yfir á aðra tíðni? Já. En segðu mér eitt, þú talar mjög opinskátt dauðann. Af hverju gerirðu það? Ég á móti þessi tabú að tala það sem kemur til með að verða staðreynd hjá okkur öllum. En af hverju erum við svona hrædd við að tala dauðann? Af hverju dauðinn tabú? Ég er grunum einhver hafi dáið daginn. Það má ekki tala það. Og ég veit ekkert af hverju þetta Dauðinn sjálfsagt eins og margt sem okkur býður. Við erum hrædd við að ferðast. Við kvíðum ferðalagi ef við erum að fara til Egyptalands eða eitthvað. Þá kvíðir maður, getur eitthvað komið fyrir mann. Verður maður veikur þarna út í þessu ókunnuga landi með mat sem maður hefur aldrei borðað áður. Ég held að það sé sjálfsögðu eðlilegt. Óvissan. Og þess vegna ekki svolítið kvíði fyrir því stóra ferðalagi sem þú ferði hvenær og veist ekki hvenær. Sumir vita hvenær, nú veit ég það. Og í rauninni ég glaður yfir því vegna þess að ég hef átt yndisleg 8-10 ár. Þú hefur fengist við svo margt, svo ótal margt. Flest af því listtengt. Það tónlist, það leiklist, leikstjórn, ýmiss konar fjölmiðlun í útvarpi og sjónvarpi. Þú átt einn elsta þáttinn sem hefur verið fluttur á Rás 1. Norðurhveli jarðar, segðu eins og er. Hvað verður þáttinn þinn? Hann hverfur. Sigrún Stefáns búin að lofa því. Hann verður aldrei meir þann dag sem ég fer. Þá verður stoppað allt. Ég hættur að búa til þætti. Ég búin að vera með sunnudagsþættina í 5 ár. Það hefur verið ljúft að rifja upp sjálfan mig. Ég stoppaði það og ég sagði við sjálfan mig, þú tekur aldrei fleiri kvöldgesti, en þið megið endurtaka þangað til og síðan aldrei meir. Það fer enginn í stólinn minn og þátturinn verður aldrei endurlífgaður. Segðu okkur nú leyndarmálið á bak við viðtalstæknina þína. Hvernig tekur maður góð viðtöl? Já, nú stórt spurt eins og stundum sagt. En kunstinn eiginlega sem ég nota þessi, ég spyr og þú svarar. Ég þegi á meðan. Það hvetur þig líka, en leið verð ég að passa það að sleppa aldrei öðru augum. Það sagði við mig einn kvöldgestur, kona, það svo þægilegt að tala við þig af því að þú hefur áhuga á því sem ég segi. Ég hef stundum hugsað, það svona eins og menn ekkert vera því að hugsa viðmælandann og eru bara að spekulega hvað ég segja næst. Þetta svo einfalt, þegja og hlusta? Þögn og að hlusta. Já. Það ekki flóknara? Svo náttúrulega verður að undirbúa því sjálfu. Þú verður að vita upp á hár hverju sem manneskja er. Þú lætur ekkert koma þér á óvart. En af öllu þessu sem þú hefur gert á þinni starfsævi, hvað stendur upp á? Þú fyrirgefur þetta hljóma kannski eins og ég sé oflætingur. Mér finnst allt standa upp úr. Með henni ég alltaf einhvern veginn, óstyrkur og skortir mat. Hana set ég leið í Laugaveginn, við laumumst inn í Hagavatn. En hvað með kveðjustundina þína? Hvað með útförina?
Ég er búinn að plana hana alveg frá A til Ö. Og það merkilega að þegar ég fékk að vita þetta, ég ætti að deyja bráðum, þá ákvað ég, svona gamli leikstjórinn, ég ætla nú að stjórna þessu, sko. Ég fer nú ekki að láta einhvern aðstoða leikstjóra ráða þessu. Svo er ég búinn að ákveða hverjir bera. Þeir veit ekki af því. Það leikur ekkert af því. En ég lagði áherslu á það að það yrði þögn í kirkjunni þegar þú kemur þar inn. Þú gengur inn í þögn, kyrru og þann frið sem kirkja á að gefa þér. Ég vil að geta sest niður í ró og friði og hugsað þann gang sem þú vilt hugsa. Hvar er ég stödd? Já, ég er að fara við jarðarför. Hvenær verður mín? Síðan hefst þetta og ég legg áherslu á það að þetta verður ljúf, falleg stund sem veitir þér frið. Er ekki ágætt að deyja til þess? Hefurðu lesið yfir ræðu pressins? Hann ætlaði nú að hlæja sig til í óráð hér bil. Hann kom hér í heimsókn til mín. Hann er með stærstu mönnum á Íslandi, einn af stærstu prestum landsins, kvikmyndaleikari. Svo opnar hann dyrnar og er þá í fullum skrúða og segir, jæja, ég er nú bara mættur í öllum herklæðum. Svo sest það hérna hjá mér og ég segi, ég ætla að biðja greiða. Ég efast að þú hafi nokkru sinni verið beðinn þennan greiða eða ámóta og ég efast að nokkur hafi verið beðinn þetta. Nó, ég ætla að biðja þig að semja ræðuna sem þú ætlar að flytja yfir mér og koma hingað og lesa hana fyrir mig. Hann fyrir að hlæja og ætla aldrei að hætta. Og nei, segja hann, ég hef svo sannarlega aldrei verið beðinn þetta. Nei, er þá ekki bara komin tíminn til? Mér er bara alls ekki sama hvað sagt er mig þegar ég er farin. Ég veit, ég get ekki ráðið umtali fólks, ég get ekki, margir verða vinimanns auðvitað þegar maður er farin. Ég veit ekkert hvað menn ætla að skrifa, ef þeir ætla eitthvað að skrifa. Ég get ekki ráðið því, en hvað prestur segir yfir hausamótum mér, vil ég vita hvað það er. En þegar þú ert komin þarna yfirum, ætlarðu þá að hafa samband við okkur? Það er talað hugan sem mikið afl. Við höfum ekki enn lært að nota hann til fulls. En þarna er hugurinn það sem gildir. Þú óskar þér og það rætist. Þú óskar þess að fara eitthvað, þú ferð. Auðvitað kann ég ekki að teikna þetta fyrir því svo hvert annað landakort. En þetta er sannfæring mín að lífið er yndislegt þarna. Ekkert nema gleði, sólskinn, en það kallaði það sumarlandið. Þetta er ekki gaman að eiga í sumarlandi. Syngjum lag, spilum spil.